Sérfræðingar segja ástandið á erlendum hlutabréfamörkuðum grafalvarlegt eftir að hlutabréf fóru að falla allan heim í dag og fullyrða sumir að útlitið hafi ekki verið verra síðan á kreppuárunum á 3. og 4. áratug síðustu aldar. Við ræðum stöðuna í fjármálalífi heimsins og stöðu Eimskipafélagsins og Björgólfsfeðga eftir gjaldþrot Excel hér eftir augnablik. En við byrjum á miklum hræringum í viðskiptalífinu hér á landi og erlendis. Þeir Björn Ingi Hrafnsson, ritstjóri Markaðarins og Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri Félags fjárfesta, eru sestir hjá Sigmari. Velkomnir. Takk fyrir. Björn Ingi, það verið að nota svolítið stór orð í dag. Það verið að vísa í kreppuna miklu hérna á síðustu öld, á 3. og 4. áratugnum. Þá féllu hlutabréf alveg gríðarlega skarpt á mjög skömmum tíma. Við höfum ekki séð það ennþá í dag. Innistæða fyrir svona stórum orðum eins og sumir eru að nota? Já, það fyrir auðvitað bara eftir því hvaða skilgreining notað. Sumir myndi ekki tala alvöru kreppu fyrir að bifreiðarnar eftir súpunni myndast sem að margir þekkja frá þessum klassísku fréttamyndum frá þessari miklu kreppu. En ef við skoðum tölurnar og þessi svokallega eigin fjárbruni sem hefur átt sér stað, það er að segja eigið fé sem horfið, að þá það meira heldur en þá jafnvel hlutfallslega. Það er að segja það er ótrúlegar tíðindi sem eru að verða á alþjóðlegum mörkuðum og ótrúlega tíðindi sem að urðu fyrir þessa helgi. Og svo tíðindin helgina, þar sem að 2 risastóra fjármálastofnanir, bæði Merrill Lynch og Lehman Brothers, önnur verður gjaldþrota, hinn innlimiðin í Bank of America. Og við sjáum danska fjölmiðla í dag þar sem að 4 til 5 bankar eru tilgreindir sem að séu líklega að rúlla eða verið teknir yfir. Það er mjög sérstök stemning og það er verið að skrifa sögubækur fjármálamarkaðins alveg upp á nýtt vegna þess að það er verið að breyta reglum, það er verið að taka fjárfestingabanka og veita þeim ábyrgðir og svo framvegis, þannig að þetta eru mjög athyglisverðir tímar og sér alls ekki fyrir endan að því. Hvað segir þú, Vilhjálmur? Finnst þér ástandið vera svona dökkt eins og margir segja? Já, það er vissilega dökkt en við höfum náttúrulega allt annað, kerfi nú en þá. Það gekk bankakreppu í Bandaríkjunum fyrir einni öld, rétt upp úr aldamótunum og upp úr þeirri kreppu þá kom Bandaríski Seðlabankinn, hann tekur til starfa 1914 og Bandaríski Seðlabankinn hefur lært ýmislegt á sínum ferli og til dæmis í dag að þá rýmkaði hann sínar útlánaheimildir, þannig að hann tekur ekki bara allra bestu skuldabréfaveði, hann tekur allan fjárfestingaflokkinn, hann tekur bréf sem eru talin vera í BBB-flokki að veði og til þess að dæla út lausafé á markaðinn og þessi þekking og þessi aðgerð var til í kreppunni og öll svona peningamálastjórn er nú kannski miklu traustar í dag en það er alveg greinilegt, ekki bara í Bandaríkjunum heldur líka hér, menn hafa gengið dálítið hratt gleðinadyr í þeim lágu vöxtum sem hér hafa verið á alþjóðlegum mörkuðum frá síðustu aldamótum. En hvernig á að lesa það þegar við erum að horfa upp á það hvernig fer fyrir Lehman Brothers og hérna Merrill Lynch? Ég minnst að kosti fyrir ekkert mjög löngu síðan þá var enginn að spá því að Lehman Brothers var að fara á hausinn. En það gerist, ég meina ef við skoðum þetta bara upp úr íslenskum veruleika, getur svona gerst til að mynda hér? Já, auðvitað getur allt gerst og það er ábyrgðarleysi að halda því fram að það geti ekki gerst en við búum sem betur fyrir við þannig að íslensku bankarnir hafa til dæmis ekki tekið þátt í þessum skuldabréfavafningum sem er að fara í rauninni illa með þessa markaði. Hafa þeir ekki gírað sig upp að öðru leyti? Að sjálfsögðu, en þeir eru samt ekki neitt frábrugðnir öðrum fjármálastofnunum í tilliti á með frétt í fréttablaðinu á laugardaginn þar sem kom fram að danski Seðlabankinn hafði leitað til Kaupþings að taka yfir Roskilde Bank. Þannig að einhvern tímann hefði það nú verið tíðindi, þannig að íslensku bankarnir eru auðvitað ekkert verr settir heldur en aðrir, en með því er ég ekki að draga úr því að það er bara mjög váleg tíðindi í gangi á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og við skulum ekki gleyma því að bankar eins og Merrill Lynch og fleiri vöruðu hér fyrir 1-2 árum í sterklega við íslensku bankunum, spáðu þeim illa, það hefur ekki ræst. En ef einhverju greinendur hefði haldið fram fyrir hálfu ári eða 1 ári eða 1,5 ári að Merrill Lynch og Lehman Brothers væru farnir á hliðina ásamt Bear Stearns og opinberu fasteignasjóðunum Freddie og Fannie í Bandaríkjunum, þá hefði við komandi bara verið fyllt út með öryggisverði. Einmitt þegar við hlustum á þetta og þessa greiningu sem er eins og Björn er með, að af hverju ættum við þá að trúa þegar þeir verið að segja við okkur að það sé allt öðruvísi hér, hérna séu hluti með öðrum hætti, bankarnir séu öruggari, sterkari, þegar þetta gerist nánast fyrirvaralaust. Þetta gerist fyrirvaralaust en stóri þátturinn í þessum
þessu hruni þarna eru þessi fasteignalán sem að íslenski bankar eru almennt ekki í. Allavega það þá komið fram, það var eitthvað í Kaupþingi, það sáralítið í hinum bankunum, eitthvað í Sagakapital. En það það bara með öðrum hætti og það kannski í því efni sem við ætlum að ræða hér og eftir og það í FL Group, þar sem menn gengur hratt til lántöku og keyptu eignir sem að urðu að litlu. Og þannig erum við að upplifa þessa lágu vexti sem voru í boði og þessa lánagleði sem að menn tóku. Við upplifum þetta aðeins með öðrum hætti en síðan spurning hvernig koma bankarnir nálægt þessu. Það búið að fjármálaeftirlitið gerir reglulega svokölluð álagspróf þar sem að ýmislegt látið fara úr skorðum, gengi, verðfall á hlutabréfum og svo framvegis og hvernig standa bankarnir eftir það í eiginfjárstöðu og þeir hafa staðið þessi álagspróf af sér, hvort að þau eru nógu kröpp, skal ég ekki segja, þessi álagspróf. En þau eru bara miðað við í rauninni alþjóðlega standarda? Já, þau eru miðað við það, en hvað gerist ef áföllin verða umfram það? Og síðan náttúrulega hitt, það eitthvað dulið í þessu, það alltaf alveg ólíklegustu hlutir að koma hér upp úr höttum, sem að við bara áttum að kríta á, og bara ótrúlegi hlutir. En hvað eiga stjórnvöld, hvort sem það eru bandarísk eða íslensk, eiga þau að halda áfram eða eiga þau að grípa inn í, dæla peningum einhvern veginn inn til þess að styrkja fjármálalífið eða eiga þau að halda sér höndunum og leyfa kerfinu að aðlagast eins og sumir kalla? Já, þau verða að gera hvort tveggja. Það að segja, það verður að vera alveg skýrt að fjármálakerfið sé tryggt með þeim hætti að það fari ekki á hliðina vegna þess að kostnaðurinn af því, tapið af því óásættanlegt bara fyrir þjóðarbúið í heild hvaða land sem á í hlut hverju sinni. Á samaskapi verða menn hins vegar að segja líka í kapítalísku þjóðfélagi þá tóku menn áhættu, grændu hér í góðæri og verða að tapa ef áhættan skila sér ekki. Það eins og bandaríski fjármálaráðherrann sagði í dag eða gær með Lehman Brothers að það verður þá rúlla sem að þarf að rúlla í því. Væru það skilaboð hér á Íslandi til íslenskra banka? Þetta algjörlega ósambærilegt vegna þess að bandarísk stjórnvöld hafa sagt við munum tryggja bandarísku viðskiptabankana og íslensku bankarnir eru viðskiptabankar. Þannig að þeir njóta þeirra tryggingar og það þess vegna sem staðið sterk vegna þess að þeir hafa innlán og svo framvegis. Það eru aðalega fjárfestingabankarnir sem eru í vandræðum og ég vek athygli á því að hér hefur stundum á Íslandi verið sá misskilningur uppi að það sé mikilvægt að skilja að hefðbundna viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingabankastarfsemi af því að það er ekki saman. Nú eru menn akkurat að gera öfugt í Bandaríkjunum. Bank of America að taka yfir Merrill Lynch vegna þess að menn telja að þetta sé sterkara saman og fjárfestingabankamódelið, það mjög athyglisvert, mjög merkar greinar eftir Krugman og fleiri í New York Times í dag, þar sem þeir segja þessi hefðbundni fjárfestingabanki, hann sé jafnvel liðinn til lok. Það verða að vera innlán og hefðbundin bankastarfsemi sem að mörgum fannst orðin svolítið gamaldags hérna fyrir stuttu síðan sem aftur komin í forgrunn sem gott. Já. Við skulum ræða eins þessar hræringar sem hafa verið í kringum Eimskipafélagið. Þessi ábyrgð féll á Eimskipafélagið sem mikið hefur verið fjallað nú á síðustu daga. Já. Staða félagsins fyrir vikið náttúrulega miklu verri heldur en var. Eigin fjárhlutfall komin í 5% ef ég man það rétt. Lifir félagið þetta af? Já, það stór spurning, hvort að félagið lifið þetta af í núverandi mynd, Þú segir eiginfjárstaðan komin niður í 5% og til þess að geta haldið áfram starfsemi sinni þá þarf að tryggja það að lán verði ekki gjaldfelld. Og inn í lánasamningum krafa 25-30% eiginfjárstöðu. Og það þarf þá annarkvort að auka eigið fé með hlutafjárútboði eða þá að selja eignir. Og eignir í brunna útsölu eru alltaf ódýrar. Og ég fór að skoða reikningin núna í dag hjá Eimskipafélaginu og þar eru af þessum, hvað ég að segja, $2.000 milljón eignum að þá eru það bil 500 milljónir það sem heitir óáþreifanlegar eignir, viðskiptavild og fleira. Og hvernig svo viðskiptavild kemur til með að skila sér í sölu, það allsendis óvíst og kann að verða dálítið þungt. Þetta eru 500 milljónir tæpar, þetta eru 480 milljónir á móti eiginfjárstöðu upp á 480 á móti 271, það er 200 milljónir hærri óáþreifanlegar eignir heldur en eiginfjárstaðan. Síðan dregst frá eiginfjárstöðinni þessi ábyrgð sem féll og á félagið sem að vísu aðrir hafa ábyrgst og kröfuhafarnir eru eftir því sem að fréttir sögðu í kvöld, Landsbankinn og Straumur.
Þannig að þetta svona tengist alltaf sömu aðilanum. Já. Hvernig myndir þú þetta? Horfum við þetta bara út frá Eimskipafélaginu, því þetta er rótgróið félag í íslensku samfélagi. Staðan er grafalvarleg og það er engin ástæða til þess að draga neina fjöður yfir það og það sem manni finnst slæmt varandi síðustu daga það og ég bara hvet forsvarsmenn félagsins til þess einhvern veginn að leggja öll spil á borðin vegna þess að í ástandi þar sem ekki allar upplýsingar liggja fyrir þá verða svo margar sögur til og það er svo óþægilegt ef að spurningarnir eru fleiri en svörin. Ég vek athygli á því að í nýjustu yfirlýsingu þeirra segir stjórnin sem er raunin dálítið makalaus yfirlýsing og hún sé að rannsaka málið hjá sér og ætli ekki að tjá sig um það á meðan. Það bara gengur ekki fyrir forsvarsmenn almenningshlutafélags að svara ekki ásökunum eða sögum sem komu upp vegna þess að það verður að eyða allir í óvissu. Það er alveg á hreinu að... Hvað er það hægt að lesa í það þegar þeir gera það ekki? Hafa þeir ekki svörið þeim spurningum sem að býða? Ertu ekki, sko, tilkynningin, hún er nú kannski dálítið óljós. Eru þeir ekki að tala um það að þeir ætla ekki að tjá sig um málaferli Baldurs Guðmundssonar? Nei, rannsóknir líka. Já, þeir segja bara að þeir munu ekki tjá sig frekar um það sem að auðvitað skilja að í hinum allra besta heimi þá væri gott að þeir fengi góðan tíma til þess að skoða það. En við sjáum bara á markaðnum í dag að gengi bréfa í Eimskipum heldur áfram að falla og auðvitað bara vonar maður að menn komist til botns í þessu. Það er alveg ljóst að þeir þurfa að selja frá sér eignir og það er alveg rétt sem Vilhjálmur segir að það mun vera selt við óhagstæðar aðstæður en það er engu að síður þannig að til dæmis að Atlas kæli geymslu fyrirtækið í Kanada að þar með myndu losna kannski meir en helmingurinn af öllum skuldum félagsins sem eru óheyrilega miklar og það er bara eitthvað sem að verður að gerast vegna þess að auðvitað eru mörg fyrirtæki þarna sem eru undir þessu Eimskipshatti sem eru ágætt fyrirtæki og vel rekin og hefðbundin flutningastarfsemi hefur auðvitað gengið upp og niður en engu að síður nokkuð traustum fótum. Við sjáum hins vegar til dæmis að í Bandaríkjunum í dag er stærsta tryggingafyrirtæki í heimi, AIG, í miklu vandræðum og eru óskað eftir neyðaraðstoð einfaldlega vegna þess að þeir eru hræddir að lánshæfismatsfyrirtæki muni lækka einkunnir út á eiginfjárstöðu. Þannig að öll fyrirtæki glíma við þá stöðu í dag að verða að passa upp á eiginfjárstöðuna og það er alveg ljóst að bakhjarlar Eimskips, hverjir sem það nú eru, verða að koma þarna með nýtt fjármagn með einhverjum hætti, taka félagið yfir eða eitthvað slíkt vegna þess að núverandi staða, 5% eiginfjárhlutur gengur ekki í marga. En sjáðu við annað sko, í þessu máli að sko, þú talar um að þetta séu góð fyrirtæki og velreikin fyrirtæki og svo framvegis, en það er náttúrulega grundvallar atriði í þessu máli að ákvæða verði voru þau keypt og náðu því tilbaka sem þið sett í þetta, eigendurnir. Og það ég svona stundum dálítið efins vegna þess að sú saga sem við þekkjum af kaupum, hún er dálítið döpur. Innovate, Excel og Atlanta, kaupin á Atlanta á sínum tíma. Í allir fréttaflutningur á Atlanta var umsvif, var stóra samninga. Ég hef aldrei, held ég séð, það má vera að það sé hérna í útboðslýsingunni afkoma Atlanta. En menn voru alltaf að kaupa á hæsta verði, menn voru kaupglæður og keypt á hæsta verði og hvað þessu næst tilbaka. Hvað með þessar ábyrgðir vegna þess að það verða að tala um fleiri ábyrgðir heldur en þessar sem mest hefur verið í fréttum. Það er ábyrgðirnar á þessum leiguvélum öllum. Já. Það verður að nefna skuggalegar tölur. Það eru eiginlega 300 milljarðar íslenskar krónur. Já, þetta eru 3,6 milljarðar bandaríkjadala og það er eiginlega tala sem að ég fæ ekki til að ganga upp yfir leiguvélarnar vegna þess að leiguvélarnar samkvæmt einhverjum blöggu hérna þá voru þetta 17 vélar í rekstri hjá Excel kannski 8 kaupað, ég held að það er ekki komnar inn, segjum 20 vélar og leigugjald fyrir vél er 1% á mánuði og þessar vélar þær eru kannski hæstalagi 4 milljarða króna íslenskra virði, þannig að leigugjaldið er þá 40 milljónir fyrir hverja vél og það bara ég bara kem þessari tölu ég bara skil ekki þessa tölu og hvað er að bæki, það er eitthvað sem vantar í þetta. En það er akkurat þetta sem ég er að tala um, ég bara tek undir og maður er ekki utan um þessar stóru tölur, en það er einmitt meinið að það sé í gangi einhverju slíkar fréttir sem að menn skilja ekki alveg og það sé ekki skýr lína þá frá fyrirtækinu hvað er satt og rétt í hverju tilfelli fyrir sig. Daginn, eða semst helgina birti Sunday Times upprifin á því að endurskoðendur KPMG hefðu gert athugasemd við bókhald hjá Excel Airways sem hefði ef til vill orðið til þess að reikningar Avion á íslensku kauphöllinni yrðu fegraðir
nú komið í ljós að þetta gamalt mál sem að stjórnendur Eimskips hefðu sjálfur fórustu það að láta fjármálaeftirlitið vita. En það svolítið óþægilegt að Eimskipafélagið hafi ekki svarað því með afgerandi hætti, þannig að ég velti því fyrir mér hvernig á því standi að mál séu komin með þessum hætti og það hlýtur að vera á bakvið tjöldin séu verið að vinna því hörðum höndum að koma með einhverju lausn vegna þess að núverandi staða gengur ekki. Það vantar einhverja upplýsingu til almennings og annarra hluthafa. Örstutt, hver staða Björgólfsfeðga núna eftir þessa atburði? Já, hún er sérstaklega Björgólfs eldri. Hún er að sjálfsögðu miklu verri en áður en ég held að það gildi auðvitað bara almennt alþjóðlega fjárfesta. Þetta eru stórar tölur sem að falla á þá ofan á þessi miklu töp sem hafa orðið. Björgólfur er daldið viðkvæmur fyrir þessar umræðu, einfaldlega vegna þess að hann er líka forseti ensk knattspyrnufélags og í alþjóðlegri pressu eru þeir menn sem eru eigendur af þessum stóru félögum mikið til umfjöllunar. Og það kann að vera óþægilegt. Þess vegna skulum við vona að óvissunni sé eitt sem allra fyrst. Hvernig er þeirra staða heldur örstutt í lokin? Ég bara gerir mér engan veginn grein fyrir því. Ég held að þeirra vasar séu ekki svo djúpir að þeir geti tekið hvaða áfallin sem er. En það hvarflaði að mér núna þegar ég sá búning West Ham að kannski væru þeir feðgar eigendur að þessu Excel-félagi líka á sínum tíma. En kannski því sko tengslin eru býsna náinn þarna. Þú byggir það á hverju? Ég byggir það til dæmis á þessum auglýsingasamningi. Og ég byggir það líka á því að frágangurinn á þessari sölu fyrir 2 árum í október 2006, hann er eins og það sé á milli skyldir aðila. Já. En hefurðu eitthvað fyrir þér? Ég hef ekkert konkrétt fyrir mér annað en bara þessa tilfinningu og ég veit líka að þeir eru ekki með ótæmandi vasa. Nei, en eins og það sem Vilhjálmur er að segja, einfaldlega vegna þess að það hefur oft verið talað um alls konar svona eignarhald á milli aðila, að í þessu tilfelli eru Björgólfsfeðgar, Landsbankinn, Straumur, West Ham, Excel Airways, allt í einhverju mengi og það eru sömu aðaleigandur eða eigandur eða öllum þessum félögum og þá er ekki ólíklegt að menn dragi slíkar ályktanir. Það er svo annarra að dæma það hvort að það er rétt í öllum tilfellum. Við skulum sjá hvernig spilast úr. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.